Alfred Gíslason, velkomin. Takk. Við ætlum að ræða hans margt í kvöld. Við ætlum að fara bæði í þjóðfélagsmál og við ætlum að ræða handbolta og ég ætla reyndar að byrja á að spyrja hápólitískt mál af því að þú hélst fyrirlestur á fundi Þýsk-íslenska verslunarráðsins fyrir helgi og þar fjallaðir meðal annars hvernig hægt að nýta aðferðafræði íþrótta við rekstur fyrirtækja. Svo í lok fundarins þá léstu orð falla sem að svona fjallu misvel í fundamenn. Þar sagðirðu að við ættum alls ekki að ganga í Evrópusambandið og ég spyr bara hvers vegna? Já, ég til okkur bara ekki það að gera vegna þess að við höfum það er mjög erfið tími fyrir mjög marga í íslenska þjóðfélagi í dag en ég held að hætturnar með að gangin í Evrópubandari sé alveg gífurlegar. Við missum að mínum að mjög mikið bara okkar sjálfstæði og ég held að við missum okkur alveg gjörsamlega. Við þrátt fyrir okkar elfileik í dag þá held ég að fara inn í Evrópubandari væri bara flýtileið fyrir það, þeir sem vilja gera það, þeir eru bara vilja leysa þessi skammtíma vandamál sem eru náttúrulega stór. En það er nú þannig að við höfum held ég bara alveg nóg til þess að með 300.000 manna þjóð að við getum alveg gjörsamlega snúið við kútnum aftur og náð okkur alveg gífurlega strik vegna þess að við höfum fiskimiðin, við höfum vatnið, við höfum orkuna, við höfum mjög menntaða og velmenntaða þjóð og eins og segja, við erum ekki það mörg að ég er alveg samfærður það að við erum miklu betur stödd bara að vera og reyna að nýta það sem við höfum og ég held að góða við hrunið ef maður hægt að tala eitthvað um það er það að það er svona meiri þjóðavakning aftur, þetta var að vera einhver Hollywood þjóðfélag og núna er menn af mikið hluti fólks að fara meira kannski í ræturnar aftur og finna sér meira sem Íslendingar. En sko, bara varandi Evrópusambandið sjálft, vegna þess að þarna einmitt sjá menn framtíð okkar og jafnvel óttast einangurinn ef við göngum ekki þarna inn. Af hverju sko er þetta vegna þess að þú hefur búið í Evrópusambandslandi í 13 ár sem að þú upplifir þetta með þessum hætti eða er það að þú sérð Ísland utanfrá? Segðu mér bara hvað heldur það gerist í svona einföldum málum fyrir bara einn almenni Íslending? Fyrstulega er þannig, ef maður fylgist með hvað er að gerast í Evrópu í heimurinn er sá að við erum einhver 7 milljarðar og eftir 30 ára verðum við 14 milljarðar og það sem sér hvað stóri fjárfestingarsjóðirnir og jafnvel stóru lönd eins og Kína er að gera. Þeir eru að kaupa upp heilu risa jarðsvæðin í Úkraínu, í Ungverjalandi, í Evrópu og sérstaklega í Afríku vegna að segja vandamál framtíðarinnar er bara að fæða allar fólk og stórfyrirtæki líka að kaupa vasslindir alls það sagtir í Evrópu, Þýskalandi, Frakklandi, út um allt og við höfum þetta runni allt hérna. Þó að það sé akkurat erfitt núna og síðan ef við opnum sem landið og þó við fengjum einhvern aðlögunartíma ég held að þeir sem helst myndi vilja fá okkur inni eru akkurat þessar fiskveiðiþjóðir eins og Spánverjar og Portúgalir og svo framvegis. Ég myndi til að það væri ekki langt að okkar fyrirtæki væri öll í eigu útlendinga. En sumir segja að einmitt vegna reynslu okkar af til dæmis orkumálum og fiskveiðistjórnarmálum að við hefðum eitthvað fram að færa þannig að við hefðum áhrif sem að myndi nýtast okkur til góðs og jafnvel öðrum til góðs. Já, við höfum þekkinguna og við höfum áhrif en við erum með auðlindina og við höfum núna ráð á henni. Hvernig sem maður lítur á kvótakerfið og það. En ef við erum komin í Evrópusambandið það er komin allur þessi fjöldi annað þjóð sem hefur kannski áhrif á þetta. Þá höfum kannski ekkert myndið að segja mér að hættan er að mínum að tala gífurleg að því leyti. En sko, er þetta fyrst og fremst, horfur þið fyrst og fremst á þetta út frá auðlindamálum sem sagt og þá erum við að tala um allt saman, bara að yfirráð okkar skipti mestu máli þá sem verðmæti til framtíðar? Ertu að segja sínum bara þolinmæði og verðmætin verða hér til staðar í okkar eigu, annars missum við þau?
Já, við opnum okkur þá líka fyrir gífurlegum, ég veit ekki hvað í heildina, segjum svo að Tyrkir kemur líka inn í sem risað þjóðurinn, inn í Evrópusambandið að lokum og fleiri, þá eru frjálst vinnuafl hérna. Ég voru hræddur með, þið flætt yfir okkur. Ég ekki á móti útlendingi, ég náttúrulega útlendingur í Þýskalandi líka og allt það. En ég held bara að hættan sé alveg gífurlega að ætla að hoppa á þetta er lausnin núna, að því ég sé okkur ekki geta bakka út í aftur. Þetta er alltaf voðalega viðkvæmt mál, innflytjendamál. Og það er oft talað að það sé verið alveg fordómum með einhverju slíku. Hætturnar, þú metur hætturnar þannig að það yrði svo mikið vinnuafl sem myndi koma hingað inn að við hefum engin tök á að stýra því. Já, það er bara einn hluta þessu. Síðan er við lítið land. Þó við lítum alltaf, við höfum alltaf okkar sjálfstæðst að vera lítið land. Ef við lendum á andvegum pól í Brussel og reyna að þrýsta á eitthvað okkar mál og mótherjarnir sem væri til dæmis Spánverjar og Portugalir, þá eigum við að mínum að þetta enga möguleika. En þú hlýtur að sjá einhverja kosti við þetta. Ég menn annars væri menn ekki hérna og helmingu þjóðarinnar að vissulega segja menn líka að þessi stórt vandamál, myntin og allt það og þetta endalaus að sveifla vera gengisfelling hér og þar. Hugsanlega er mögulegt að koma á einhver myntbandalegi og koma inn í það og bjarga einhvern veginn að leysa það vandamál öðruvísi. En ég sé okkur bara miklu betur stadda og að bara vera aðeins, reyna að fara ekki einhverja flýtileið, heldur vinna þetta frá grunni aftur og gera þetta bara almennilega. Og þar fyrir utan, EU myndi þá væntanlega koma með gífurlegt fjármagn inn til þess að gera við vegi alla, það verið komið þríbröður vegur í hringinn og gangi gegnum einasta hól sem að mann vildi og þar kemi skammtíma mikið fjármagn inn í landið og öðru leyti var rétt kannski að gera það, en höfum við stjórnmálamenn til þess að höndla það að þrýstingurinn væri ekki íslensk fyrirtæki heldur erlend risafyrirtæki. Tala um þá hættuna á spillingu að við höfum það vika stjórnmálamenn að þeir væri gilkipti fyrir spiltu fjármagni. Það var hægt að múta við erum akkurat að enda sögu sem að íslenski stjórnmálamenn geta valla við mjög stoltir af. Þetta er svona sýndi sig sem vinagreiða þjóðfélag og ég held að Evrópubandalagið myndi bara bjóða upp á sama pakkan, kannski með sama í fólkinu og kannski með eitthvað öðru sig, en bara í miklu stærri stíl. Heldurðu að því að nú erum við til dæmis að fara í gegnum alls konar umræðu sem snýst ekki síður til dæmis orkumálum og við sjáum það til dæmis að Björk hefur verið mikil vakning í svona meðvitund fólks varandi það að við setjum reglur orkuauðlindir okkar og kannski eru þið sem að svona hafið verið starfandi út í heimi, þeir eru að koma og með einhvern boðskap, einhverja tilfinningu, það sem að tilfinningar í landinu eru svona nokkuð sterkar, finnst þér eins og þetta viðhorf sé að breytast hér, að við séum átt okkur á að við höfum meira fram að færa eða eigum meira eða verðmætir heldur en við hérna? Ég náttúrulega kannski að við þessum búum úti er kannski þannig að við erum fólki hérna heima vill verða eins og allir vildi verða þetta var eins og einhver amerískt þjóðfélag og þetta átti að vera allt alveg gígast flott og stórt og þurfti alltaf að ganga mjög hratt fyrir sig. Þeir sem búið úti og ég held að við kunnum miklu meira að meta hvað við erum og hvað við höfum og þetta mætti að rækta það. Við höfum mjög mikla sérstöðu, við höfum allt ennþá til alla möguleika til þess að bara vinna miklu betur okkur málum og 300.000 manna þjóð með okkar möguleika í orku. Ef einhvern tíðan finnst lausn að hvernig maður getur flutt út orku til Evrópu, þá erum við alveg ótrúlega góðum málum. En samt með þessi án þess erum við virkilega góðum málum. En einhverju segja, ef við ekki að vinna með þeim bestu í útlöndum akkurat hvað þetta varðar, að við höfum ákveðna þekkingu og aðrir hafa ákveðna þekkingu, ef við ekki að nýta þetta saman með eigum við að vera svo einangruð að við ætlum alltaf að gera allt sjálf? Ég held bara að næstu áratugir komi til með að vera þannig að það er bara mjög mikil kostur að vera hóflega einangraður líka og geta verið aðeins meiri friði. Og við höfum mjög mikla þekkingu í orkumálum og svo sett við getum frekar reynda að flytja þá þekkingu út og við höfum þessar auðlindir, við getum meira segja
nýtt ennþá betri held ég okkar landbúnað. Taktu sem dæmi, ef að núna hverfa mikið fiskistofnar út allan heim, hvernig væri staða Íslands í dag ef að fiskverð væri þrefalt á í dag? Ég held það sé ekkert mjög langt í það. Þetta aðeins á skjön, hvað það varðar að þú vilt helst ekki að við fáum of mikið vinnuafl hingað inn, en þú hvetur okkur hins vegar til að sækja á önnur mið, eins og þú sagði sjálfur, starfandi sjálfur í öðru landi og Íslendingar eiga að fara með sína þekkingu og sitt, vil vinnuafl annað. Eigum við, heldur við höfum alla þessa möguleika ef við förum til dæmis ekki inn í svona. Við verum hugsa út frá okkur. Ef við náum að mennta okkur það, við höfum þessa reynslu, akkur ekki að nýta okkur það. En ég segi líka, ef að allt í nú opnast vinnumarkað, íslenski vinnumarkað opnast fyrir milljarð af fólki. Og öll íslensk fyrirtæki, þau þurfa líka að standa sig og þurfa að vera að reyna að skila hagnaði. Ef þeir eru möguleika að fá allt vinnuafl á helmingi lægra verði eða eitthvað, þá neyðast þið til þess. Þú ert búin að vera 13 ára úti og mér langar aðeins bara að spyrja þig hvernig þú hefur upplifað þróunina fyrir hrun, annars vegar, hvernig Ísland hvernig það þróaðist fram að hruni og síðan svo breyting sem hefur orðið eftir hrun. Hvernig hefur þetta bara blasað við þér svona á þessum árum? Já, ég var alltaf furðan á þessari klikkun sem var í gangi hérna þegar allir voru að verða milljarðamæringar og þannig ég er nú ekki mikill fjármálasérfræðingur en ég var nú alltaf að benda meira þess að bankamönnum á þetta gæti bara ekki gengið. Eins og þessi geðveiki með þessa IceSafe, ég sagði, ég er nú ekki sérfræðingur í þessu en ef vextirnir, innlára vextir í Þýskalandi eru 3% og það hægt að gera það á 12% á Íslandi, ég meina, ef ég vantar 100 áskall í dag og ég segi, ég fæ hann frá þér en ég þarf að borga 150 á morgun er ég eitthvað betur staddur. Þannig að þetta var glórulaust, þannig að ég skil ekki hvaða klikkun þetta var og svo því miður endaði þetta þannig. Hvernig til dæmis, bara hvernig hefðu Þjóðverjar höndlað þetta? Og tölum bara eins og strax eftir hrun. Þjóðverjar hefðu aldrei komist í þessa aðstöðu vegna þess að það er eftirlit og það er eftirlit til þess að hafa eftirlit ekki til að spila með. Og í þessu og það hefur verið gripið miklu fyrir í taumana. Í Þýskalandi ef þú setur fyrirtæki á hausinn og ætla bara að hoppa inn og skipta kennitölu, þú fær hvergi í Þýskalandi fyrirgreiðslu í neinum banka eftir að gera það, aldrei. Og það er ekki bara eftir 5 ár, það er eftir 30 ára alveg saman. En eftir að segja þá að þeir hefðu afgreitt allt hraðar, í rauninni hefðu ekki látið að gerast en hefðu þetta gerst, þá hefðu menn verið teknir fyrr og jável fengið einhver dóm fyrr. Rannsóknir hefur gengið hraðar. Alveg eflaust. Og það sem að kannski í íslensku viðskiptalífi er bara gerði þetta ekki aftur sko og svona þetta er ekkert líku við næstu að vera töff að komast upp með þetta. Það er bara beint í steinu þar. Hvernig bara því við erum að byrja saman hérna Þýskaland og Ísland og einhverju leyti eiga Íslendingar svona stað í hjörtum Þjóðverja. Við seljum mikið af bókum þangað, okkar bestu rithöfundar selja mikið af bókum þangað. Þeir hafa áhuga á íslensku kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Þeir ferðast mikið til Íslands. Hvað er það sem að tengir Ísland og Þýskaland? Ég held við hefum alveg gífurlega jákvæð ímynd í Þýskalandi og mikið svona sympati almennt. Það er ég held að Þjóðverjar gerist líka grein fyrir við erum með sameiginlegan bakgrunn í rauninni og okkar bókmennta fortíð er náttúrulega mjög vel kunnug þar og það er mjög margt, ég held að sé bara svona mjög margt líkt með okkur. Eina kannski munurinn að þeir eru miklu skipulagri og halda þessari betri línu og eru agaðir mörguleyti og við erum svona dáltið þjóðfélag safnar á veiðimanna og ef það er hvalreki þá er tróðið í sig þannig að maður getur ekki gengið og svo ef það búið þá er sultur í dáltið tíma. Þetta er svona dálítið karaktereinkenni sem að kannski orsaka einhverju leyti þá stöðu sem við fórum í. Akkúrat. Að við verðum,
það einhver svona, hvað var að segja, það keyrt mjög hratt og einhvern veginn getur komist upp svona múgæsing, það svona auðvelt. Þetta svona vísu ofta tíðum positív einkenni í Íslendingi líka. Það þetta drífum okkur og allir sameinast eitthvað og drífa áfram meðan þjóðurinn myndi kussa ef ekki aðeins að fara hægar í þetta og pæla hvað enduð. Og þannig að þetta það sem mjög positíft í okkur líka það sem kannski getur gengið frá okkur. En hvað með, af því að þarna kemur inn á í fyrirlesturninum sem einhverjir svona myndi kritisera og hafi jafnvel verið partur af orsökum hrunsins, það var aðferðafræði íþróttana og annars vegar og viðskiptana hins vegar. Já. Að keppnisskapið var akkúrat og mikið og hvernig splæsir þú þessu saman? Ég nú búin að vera ég að klára 20. ári minn sem þjálfari og til að byrja með var ég svona einræðis herra í þessu þannilega og var oft fólk oft yfir striki í látunum og allt það og í dag það þannig að ég svona breyst held ég mjög mikið. Ég náttúrulega á mínum mati miklu betur þjálfari og verið öll þessi ára alltaf að reyna að læra meira og þó held ég sé vel staddur á mörgu leyti með það þá get ég lært heilmikið viðbót á mínum mati. En í einhvern tíðan þá fór ég bara inn í það að það miklu skemmtilega að reyna bara að vinna með mannskapnum, útskýra alltaf, geta alltaf vera allan færa þá útskýra alveg sama hvað þeir spurjum, þá ég að vera með á hreinu hvað ef ég veit ekki nákvæmlega þá segja ég bara læti bara fljótlega vita en það hefur alltaf sjaldnar komið fyrir þannig síðustu ár mjög sjaldan, eða aldrei en ég reyna að skýra hvað ég vil, hafa mjög skýra línu og þetta ekkert lýðræði þannig en að vera samt opið fyrir því hvað, ég spyr það ekki ok, ég vil gera svona, en hvað finnst þér? Finnur þið vel í þessu stöðu, líður þið vel í þessu hlutverki eða ekki? Ef ekki þá get ég breytt þessu aðeins fyrir þig eða þú spilar aðra stöðu og svo framvegis en að reyna að virkja hausinn öllum, gera flest öllum, gera meira þáttakandi, meira virkari og þetta oft meiri vinna við mér. Maður þarf náttúrulega að hafa sjálfstöð í þessu og hafa vitneskuna, annars maður kannski berskjaldaður. En á móti kemur þegar maður vinnur svona og þó að þetta sé miklu meiri vinna og vera stanslaust að útskýra fyrir menn svona þetta af því þetta svona, ekki segja bara gerðu þetta en þá það þannig að maður finnur þetta borgar sig alltaf meira og meira vegna þess að það náttúrulega betra að hafa 6 hausa inn á sem alla það oft þannig í leikjum ég get ekki stoppað, ég hef tilsessum 2 timeout í leiknum, 1 í hvorum hálfleik en ofta því að komast stöður ég þarf að fá, þannig að næði fyrir mig að tala við einn og hann kemur það skiljum og þá þetta svona ferli sem hliður utan sig og einföld skýr skilaboð. Einföld skýr en skýr lína, vita hvað maður vill, en vera líka búin að undirbúa hinn að þeir geti höndla þetta sjálfur líka. En þetta getur uppfært og eiginlega uppfærir yfir á fyrirtæki og jafnvel stjórnvöld, skilaboð til þjóðar en málið þú leggja þessi línu, þú ert að standa við hana, þú ert að vera fyrirmynd þín líka. Ef ég segi við leikmennina mína, svona gerum við þetta og svona er þetta og svona lifum við og svona gerum við, þá þarf ég að gera það sjálfur. Og ég skil alveg gífurlegri vinni fyrir hvern einasta leik og allt það vita strákun, það sjá það og finna það og þá vita það sjálfur að það ekkert nema sjálfsagt að þið gera það líka. Þú ert að leggja það fram til að vera fyrirmynd. Akkurat. Það eitt sem ég langaði bara að spyrja að því að þið fjallir mikið til dæmis næringafræði í þjálfunni og hún skiptir miklu máli og auðvitað þjálfunin öll sem slík og við erum að horfa bara upp á að sérstaklega núna alltaf eftir jólin þá byrjar fólk að vera meðvitað svona eða meðvitaðar skrokkin á sér og heilsuna og við erum að sjá að það alltaf einhvers konar átök í gangi að léttast á skömmum tíma eða komast í form fyrir einhvern ákveðin tíma. Það verið að óta fólk í fæðubóta efnum alveg í stríðum straumum. Segðum bara, hvað finnst þér þetta? Já, þetta alveg, við leggjum mjög mikla áherslu á akkurat á næringu. Ég með svona 2 ári með fyrirlestur eða lætgera fyrirlestur fyrir mitt lið og allt það. Og það hefur verið gífuleg þróun þessu síðustu árum. Það til góð fæðubótaefni en megna þessu hefur ekki með að gera. Í rauninni ef þú ert að æfir vel
og veist hvað það gera, hreinlega æfir rétt, þá miklu betra bara að finna þinn lífstíl, halda þig við hann og nærast bara almennilega. En eftir að segja, við þurfum ekkert á þessum fæðubótum að hefnum 95% af þeim hefur bara ekkert að gera hjá okkur, vegna þess að þú ert að æfa vel og þá bara nóg fyrir að borða hafragraut á mótnana, skýri í hádeginu og bara hreinlega almennilegan hreinan íslenska mat, sleppa gosinu, drekka bara meira vatn og mjólk og bara fara aftur akkurat í það sem var hérna áður fyrr. Þetta þessu við þurfum ekki allt hitapakkan fyrir utan það að þetta nú svona mesta áhyggjum mitt í samtölu leikmenni mína líka þegar ég tvisvar sem góma landsliðsmenn að vera að koma með einhverja dunka frá Íslandi, einhvers staðar framleiddir í Bandaríkjunum eða Bretlandi eitthvað, að einhverjum töfralausnum og það var nú, ég las einhver að það var könnun í Svíþjóðu fyrir 2 árum síðan og þá fóru einmitt í þessar líkamsræktarstöðvar og skoðuðu þessi efni sem að, eiga að vera á miðanum allt í lagi, en það bara ekki alltaf það í því sem að á að vera og það var 20% að því mengað vegna þess að þetta svo mikil risa fyrirtæki að ef þetta opina lendur á einhverjum dung sem að nýfann í gegnum vélina, það var eitthvað lyf á undan eða eitthvað, þá ertu bara fallin að dóptesti og það dauðadómur fyrir mér sem þjálfari ef að einhver leikmaður minna væri tekinn á dóptesti. Við erum oft í dóptestum og allt á hreint, en það þarf að vera á hreint, það bara spurningum að borða bara almennilega. Og við erum borða bara venjulegan hollan mat. En við erum með vísum. Já, akkurat. Við erum með líka með fæðubót efni, en það eru þá testuð algjörlega hreinum náttúrulegum efnum og engin galdur á bakvið þannig, en það er til gífurlega munur á þessum á gæðunum á þessu, hvort þetta er algjörlega náttúrulegt og vel unnið. Og ofta tíðum það þannig þegar við erum að æfa 2 á dag í gífurlega álagi okkur að þá er í vatninu sem að drekka bara æfingu svona fæðubóta efni þeir sem vilja og pluss kolvetni og svo framvegis bara hreinlega til þess að hindra vöðvameiðsli vegna þess að það standist álagi, en öðru leyti snýst þetta bara að lifa almennilega og vera ekkert í einhverjum átaki þannig heldur bara finna sinn lífstíl og reyna að halda þetta jafnt og þétt. Þeir sem eru alltaf bara í einhver átaki og létta sem 10 kíló. 2 mánuðir seinna þetta úr 10 kílóum orðin 12 pluss aftur, sko. Já. Förum aðeins út í handboltalandsliðið. Og nú er mótið að byrja eftir 2 daga. Og gífurleg spenna og alltaf sama eftirvæntingin og við unnum Þjóðverjana nokkuð auðveldlega, fannst manni. Og ég spyr bara, voru Þjóðverjarnir svona lélegir eða Íslendingar svona góðir? Já, fyrsta lagi var ég mjög ánægður með íslensku leikina báða. Ég var mjög að viss léttir vegna þess að í leikjunum þarna undan var vörnin búin að vera léleg, markaárslan lítil sem engin og akkurat þetta tventa var búið að færa okkur svona það góðan árangur á þessum síðustu stórmótum. Björgun var búin að spila frábærlega 2 stórkeppnir og vörðin stóð sér mjög vel. Sóknarleikurinn alltaf mjög stendur alltaf fyrir sínu og þannig ég var mjög ánægður með En þú forðast að svara spurningunni með Þjóðverjana. Nei, en sko, ég ætla að koma að því það hérna, ég var hins vegar fyrir miklu vonbrigði með Þjóðverjana og þess vegna var eitthvað við því að segja að þetta sé allt æðislegt núna að við unnum til þess að Þjóðverjana. Ég var fyrir miklu vonbrigði með þá. Hvað er að hérna? Ekki gott að segja, en mér fannst þér alls ekki vera að bregðast bara neitt við varnarleik íslenska landsliðis. Mér fannst þér vera að spila sóknarleik á mjög aggressíva, þetta er ekki eins og bein 6-0 vörn Íslendinga, hún er aðeins öðruvísi. Mér fannst þér vera að spila sóknarleik sem að maður kannski spilur á móti flatri 6-0 vörn og verið ekki að finna svör við því og þannig að ég bara vara við því að þetta var mikið stökk fram á við gagnvart leikjum þar á undan, finnst mér, og ég er mjög ánægður með þetta, en Þjóðverjarnir voru ekki að spila vel. Það eru 5 lið í riðlinum okkar. Noregur, Austurríki, Ungverjaland, Japan og Brasilía. Nú ætlum ég bara að spá í þetta. Við vinnum Brasilíu. Já, þetta allt hættulegt en við vinnum Brasilíu, já. Og Japan. Já. Bæði samt hættuleg, sérstaklega Brasilíu hættuleg. Hvað með Noreg? Noreg á svipuð róli við, ekki alveg sko, myndi ég að segja. En þetta mjög hættulegt og lið sem gæti komast langt. Ungverjaland? Ungverjaland hættulegt, fyrsta leik gott lið en eru líka núna með viss vandræði. Það er ekki gott hjá þeim, góð hjá þeim vinstri bakvörðarstaðan, skiptustaðan.
þeir eru kannski með viss vandræði á línunni líka og svo framvegis, þannig að hættulegt lið, mjög góða hornamenn, góða markmann, 3 mjög góða örfenda, en ég tel okkur að við þurfum að byrja vel og við ættum að geta unnið þá. Og Austurríki lentum við í vandræði með síðast, en ég tel okkur, þeir eru með ágætslið, gott lið, vantar kannski aðeins breidd, en erfiður leikur en við vinna á. Ok. Hvað komumst við með mörg stig upp úr þessum riðli í milliriðli? Sko, við verðum að komast upp með 4 og ég er að vona að við komast upp með fullt úr stiga 6. Við erum heppin með riðla mörguleiti þegar maður horfir á hinn riðlinu eins og þjóðirnar í til dæmis, en það væri frábært ef við kemist með fullt úr upp úr. Þannig að þú segja við verðum í topp 3 og verðum að komast upp með 4 stig, þá í öðru sæti eða 6 í fyrsta sæti úr riðlinu, og þá erum við að mæta svakalega sterkum þjóðum. Já, við erum nefnilega lenda alveg gríðarlega sterkum milliriðli. Það eru Spánverjar, Frakkar og væntanlega Þjóðverjar. Já, og samt eru ekkert á hreinu hvað 3 lið koma þar upp, skilu. Í okkar riðli segja allir, sko, ok, Ísland, Ungverjaland og væntanlega Noregur, eða verða milli Ungverjalands og Austurríkis kannski. En þarna eru Frakkar, Spánverjar, sem báðir eru kannski eitt af aðalkandidaturum í titil, Þjóðverjar, en síðan koma Túnis sem búin að síðustu ára mikilli uppsveiflu, mjög gott lið, eru að vísu búin að vera í vandræði með 2 leikjumenn að midda, en ég veit ekki hvort þeir eru komin inn núna. Og síðan Egyptar, gamall vinur minn og með spilari sem eru aftur orðið þjálfari þar, Jörn Lommel, og er búin að hafa 3 mánuði undirbúning á akkurat á þetta mót með mjög ungt aggressíft Egyptslið sem að maður segir, ok, þeir eru enga séns að þetta er bara ríðlega unglingalandslið þeirra, en fyrsti leikur þeirra á móti Þjóðverjum, og gæti ég auðvitað vel trú að Þjóðverjum myndi vera standa fram fyrir einhverju óvæntu. Og þá stöndum við frammi fyrir því að spáum sæti. Hvar lendum við síðan í lokin? Já, sko, við verðum reynið til að komast undir, þá verðum við helst að hafa með 6 stig, vegna þess að lenda þá Frökkum, Spánverjum, Þjóðverjum væntanlega, þá hvert einasta stig eftir það gífurlega mikilvægt. Þannig að ef við horfum á þetta raunhæft, þá myndi ég segja að það væri bara frábær árangur ef við næðum 5. sæti, og það væri frábært líka upp á fyrir kvalifísir áfram fyrir allt saman, en já, allt þar væri náttúrulega stórkostlegur árangur. Þannig að 5. 7. sæti eða 5. sætið bara eitthvað sem við allavega að láta út síðan náttúrulega ef allt fer á besta veg og kemur upp þessi stemming, þessi æsing sem við erum frægir fyrir, þá getur allt gerst, en raunhæft þar að segja að væri mjög góðar árangur 5. sæti, 7. sæti. Þannig að við mikið að við ræddum saman, þá nefndur að þú ætlar að vera svona minnst okkur til 9 ár að þjálfa í deildinni í Þýskalandi. Já. Ég spáði því að þýski landsliðsþjálfarinn verður látinn fjúka fljótlega og þá spyr maður, þá ert þú næstur í röðinni. Viltu taka við þýska landsliðinu eða býst það? Ég stóri efast það. Það er nú þannig að ég náttúrulega fer mikið eftir hvernig fer hjá þeim, en það búið allir við að Hæna Brent verið fram með Ólympíuleikana í London, en ég er 51 árs og ég hafði alltaf sagt að ég ætla að reyna að halda út í þýsku deildinni ángt til 60, og allra helst vildi ég gera það bara í Kíl, vegna þess að það er gett að hugsa sér betri klúbb þannig að þetta er frábært umhverfi, virkilega einn af stærstu klúbunum í heiminum í dag. En hvað með þýska landslið? Ég er náttúrulega að segja aldrei, en ég get ekki, ég sé mig ekki að taka landslið á næstunni, vegna þess að ég er óbúðslega leiður á að spila 3 daga fresti og vera aldrei frí og allt það, en að vera þá landsliðsþjálfur, vera bara með það er alltaf aðeins svo lítið. Þú sér það fyrir því sem eftirlaunastarf einhvers staðar á... Já, ég sagði það alltaf sem hálfgerð grína, ég vildi frekar reyna að halda þetta út þangað til 60 í þýsku deildinni og taka síðan einhvers staðar landsliðsþjálfarastöð í einhverju vínræktarlandi þess að ég hefði næs. Það var notalega. Fer bara til Argentínu og þjálfa þá. Einhverju misskildi með ég ætlaði að flytja til Argentínu, það var nú ekki þannig, en það er nú kannski planið, en í þessu stressi í þessi þýsku deildinni þá þarf ég nú fyrst að vera lifandi þegar náði ég að vera 60. Ég trúi að þú gerir það, Alfreð. Takk fyrir komin.